Nobody can love me better, better than you. Like the stars above, we burn together. When I'm with you, I feel like I'm into. Ég var sem sagt með ótrúlega margar hugmyndir. Það var eiginlega ekkert samhengi í hugmyndunum, þannig sé. Ég var einhvern veginn bara búin að sjá fullt af myndum með þetta cool og þetta cool, ég getum gert cool skot á þessu og cool skot á þessu. Og ég verið að vinna með Önnu Maggý og mér var alltaf fundist hún svo geggjuð, var alltaf með hana í huga. Hún gæti svona sett hugmyndum mínar á blað nákvæmlega sem ég myndi vilja. Þannig að við höfum samband við hana og myndbandið fór sko úr ákveðnum pælingum sem ég var með yfir í eitthvað allt annað. Settumst niður á Oddsson, við ætlum að gera eitthvað sem enginn hefur séð. Þetta verður bara svona listaverk. Skot í baðkari. Þetta voru samt bara 2 tökustæðir sko. Baðkar og svo stúdíó og Oddsson. Þannig að mættum hana klukkan 6 morgun, þetta voru 2 tökudagar sko, 2 mjög langar tökudagar. Fórum heim til Önnu Maggý í baðkari þar. Vorum búin að tjekka hvernig við getum gert vatnið hvítt og hvernig við getum gert vatnið svart. Hvernig við getum láta blóðið fara út í munninu. Var ég þarna ofan í einhverju heitu baðkari í 5 klukkutíma og ég var bara svona soðin, ég vissi ekki lengur hvað var að gerast og bara, ég fór upp og svimaði bara svo mikið og ég bara, en þetta var rosa skrítið sko, ég er náttúrulega bara allsber sko. Og náttúrulega matlutur út allt. Ég veit ekki hvort þau hefur sett matlut uppi en það er ógeðslegt sko. Og svo pröfuðum við sko líka því að þetta koma svart út í munninum og vorum með svona alls konar, það var margir litir og eitthvað svona. Hvöttum náttúrulega Jakob sem litaði myndbandið, hefði getað litað þetta bara, þurftum ekki að gera þetta svona oft sem var alveg svona fyndið. En þetta var ótrúlega mikið þessi virði. Síðan fórum við á Oddsson, tókum þar upp, var að því að bara kissa einhvern strák, mætti strák sem ég kannaðist við. Þegar kissast og ég bara, ok. Og svo fórum við hérna í ljósmyndaskólann og var ég liggjandi þarna á einhverju hvítu gólfi, ískallt sko undir einhverju plasti. Klukkan var alveg orðin 4 um nótt og við vorum ennþá bara að taka upp og bara gerum við þetta er ógeðslega flott. Það hefur verið svo mikið tónlist í fjölskyldunni. Pabbi var alltaf svo mikið að taka upp gítarinn og vorum alltaf að spila eitthvað saman. En ég var svona 13 á því ég áttaði mig á að ég vildi það sem ég vildi gera. Og ég tók upp gítarinn og pabbi, hjálp mér að spila gítarinn, hvernig gerir ég þetta? Og ég ætlaði sko að spila fermingunum fyrir mömmu mína. Ég gerði það, já. Gat reyndar ekki grét svo mikið, en það var rosa falleg stund sko. Bara ég mun alltaf vera ég sjálf og ég mun alltaf koma með allt frá hjartanu. Þannig að ef þú sérð mig upp á sviði, þá er ég 100% frí að gera mitt stöð.